Óháð útkoma er þegar útkoma úr tilraun eða viðburði er ekki háð því sem gerðist á undan. Við skulum skoða dæmi. Ef við erum með poka með 3 kúlum, 1 er hvít og 2 eru glærar, þá eru líkurnar á að fá glæra kúlu 2 af 3 og fá hvíta kúlu 1 af 3. En ef ég dreg eina kúlu úr og skil henni ekki, þá skiptir öllu máli hvaða kúlu ég fékk í fyrra skiptið, því að þá gjörbreytast líkurnar þegar ég dreg næst. Til dæmis ef ég dreg hvíta kúlu, að þá eru líkurnar á því að fá hvíta kúlu 0, því það er engin hvít eftir, og líkurnar að fá glæra kúlu eru þá orðnar 100%. Ef ég hins vegar dreg glæra kúlu, þá er eftir bara 1 og 1 og þá eru líkurnar hálfur og hálfur, er það ekki? Ef ég, og þarna eru líkurnar háðar, en óháð útkoma er þegar ég dreg skila kúlunni aftur. Þá breytast líkurnar ekki og þá er þetta algjörlega óháð hvað kom fyrst, því þá get ég dregið hvíta kúlu 50 sinnum í röð, því að ég set hann alltaf ofan í aftur og get alltaf dregið hann aftur. Þó það sé mjög ólíklegt að ég fái 50 hvítar í röð, en þá er það hægt. Ef ég skil ekki, þá get ég bara dregið 3 og þá eru kúluna búnar. Þannig að það skiptir máli hvort að atburðurinn er háður eða óháður. Ef ég skila, þá er hann óháður. Ef ég skil ekki, þá er hann háður.